Þeir komu nú yfir vatnið í byggð Gerasena og leið og Jesús stég úr bátnum kom maður á móti honum frá gröfunum, haldinn óhreinum anda. Hann hafðist við í gröfunum og enginn gat lengur bundið hann, ekki einu sinni með hlekkjum. Oft hafði hann verið fjötraður á fótum og höndum, en hann braut jafnóðum af sér hlekkina og sleit fjötrana og gat enginn ráðið við hann. Allar nætur og daga var hann í gröfunum eða á fjöllum, æpti og lamdi sig grjóti. Þegar hann sá Jesú álengdar hljóp hann og féll fram fyrir honum og æpti hárri röddu: Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðsins hæsta? Ég bið þig í Guðs nafni, hvel þú mig eigi. Því að Jesús hafði sagt við hann: Þú óhreini andi, far út af manninum. Jesús spurði hann þá: Hvað heitir þú? Hinn svaraði: Hersing heiti ég, við erum margir. Og hann bað Jesú ákaft að senda þá ekki brott úr héraðinu. En þar í fjallinu var mikil svínahjörð á beit. Og þeir báðan: Send okkur í svínin, lát okkur fara í þau. Hann leyfði þeim það og fóru þá óhreinu andarnir úr manninum og í svínin, og hjörðin, nær 2000, ruddist fram að bröttum árbakkanum í vatnið og drukknaði þar. En hirðarnir flýðu og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gerst hafði. Komu til Jesú og sáu óðamannin sem hersingin hafði verið í, sitja þar klæddan og heilvita, og þeir urðu hræddir. En sjónarvottar sögðu þeim hvað fram hefði farið við óðamannin og frá svínunum. Og þeir tóku að biðja Jesú að fara burt úr héruðum þeirra. Þá Jesús sté í bátinn, bað sá læknaður hafði verið að fá að vera með honum. En Jesús leyfði honum það eigi, heldur sagði: Far heim til þín og þinna og segð þeim hve mikið Drottinn hefur gert fyrir þig og verið þér miskunnsamur. Hann fór og tók að kunngera í Dekapólís hve mikið Jesús hafði gert fyrir hann og undruðust það allir. Þegar Jesús kom aftur yfir á bátnum, safnaðist að honum mikill mannfjöldi þar sem hann var við vatnið. Þar kom og einn af samkundustjórunum, Jaríus að nafni, og hann sá Jesú, féll hann til fóta honum, bað hann ákaft og sagði: Dóttir mín litla er að dauða komin. Kom og legg hendur yfir hana, að hún læknist og lifi. Jesús fór með honum, og mikill mannfjöldi fylgdi honum og var þröng hann. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið margt að þola hjá mörgum læknum, kostað til aleigu sinni en engan bata fengið, öllu heldur versnað. Hún heyrði Jesú og kom nú í mannþrönginni að baki honum og snart klæði hans. Hún hugsaði: Ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Jafnskjótt þvarr blóðlát hennar og hún fann það á sér að hún var heil af meini sínu. Jesús fann þegar á sjálfum sér að kraftur hafði farið út frá honum og hann sneri sér við í mannþrönginni og sagði: Hver snart klæði mín? Lærisveinar hans sögðu við hann: Þú sérð að mannfjöldinn þrengir að þér og spyrð þó hver snart mig. Jesús litaðist til að sjá hver þetta hefði gert, en konan, sem vissi hvað fram við sig hafði farið, kom hrædd og skjálfandi, féll til fóta honum og sagði honum allan sannleikann. Jesús sagði við hana: Dóttir, trú þín hefur bjargað þér.
far þú í friði og ver heil meina þinna. Meðan hann var að segja þetta koma menn heiman frá samkundustjóranum og segja: Dóttir þín er látin, hví ómakar þú meistarann lengur? Jesús heyrði hvað þeir sögðu, en gaf ekki heldur sagði við samkundustjóran: Óttast ekki, trú þú aðeins. Og nú leyfði hann engum að fylgja sér nema Pétri og þeim bræðrum Jakobi og Jóhannesi. Þeir koma að húsi samkundustjórans. Þar sér hann að allt er í uppnámi, grátur mikill og kveinan. Jesús gengur inn og segir: Hví hafið þið svo hátt og grátið? Barnið er ekki dáið, það sefur. En menn hlógu að honum. Þá lét Jesús alla fara út og tók með sér föður barnsins og móður og þá sem með honum voru og gekk þar inn sem barnið var. Og hann tók hönd barnsins og sagði: Talitha kum, það þýðir: Stúlka litla, ég segi þér, rís upp. Jafnskjótt reis stúlkan upp og fór að ganga en hún var 12 ára. Og menn urðu frá sér numdir af undrun. En Jesús lagði ríkt á við þá að láta engan vita þetta og bauð að gefa henni að eta.